Já, þetta svona, en ef við ætlum að skoða kynlífsvanda með skynsamlegum hætti, þá ekki ráðlegt að leita eingöngu til annars aðilans eða hegðunar hans, eins og ég sagði áðan, því að viðkomandi á í gagnkvæmu sambandi við hinn sem á í hlut. Þetta þarf ég svo ofta undirstrika og bara núna í gær þá var stúlka að hafa sambandi með sem nýbyrjuð í sambandi með gömlum kærasta, hún nýbyrjuð aftur með honum. En hún búin að vinna í sér vegna sögum kynferðislegs ofbeldis og hún var að velta fyrir sér hvort hún ætti að bjóða honum með í ráðgjöfina. Ég sagði það væri gagnlegt, það væri viturlegt að bjóða honum með, mér líst vel á það. Því að þá hafið þið frá byrjun svona sameiginlega skilning á því hvað þið ætlið að einblína á til að byggja upp ykkar samband og kynlíf. Og nú ég eftir að heyra í henni en vonandi kemur hann með. Þannig að í kynlífi eru samskipti mergur málsins. Parið, má segja, í kynlífsráðgjöf minnsta vinnueiningin, skulum við segja. Nú fór ég aðeins og hratt, ég ætla að fara tilbaka. En mér langaði að læða þessari slæðu að og þó ég sé á móti alhæfingum kynin, mér finnst kynin tilfinningalega miklu svipaðri heldur en ekki þó þau sé mismunandi líka, en það kannski pínlítið sannleikskorn í þessu að það munur á hvernig kynlíf takast á í kynlífsvanda og þessari slæðu stal ég frá Wood sem hann kom með í fyrra. Konur má kannski segja að séu uppteknir við að laga sambandið. Þeim finnst ef að sambandið gott og hann næs og þetta gengur vel og við erum samtaka í dagstaglega og í uppeldinu og heimilisverkunum og öllu því, þá var ég kannski til í að sofa hjá honum. Þetta kannski ekki vel sagt eða rétt sagt en þið vitið kannski hvað ég á við. Ef hann næs við mig og þetta gengur vel, mér líður vel með kallinu mínum, þá ég meira til í að knúsa hann. Og þannig að þær hafa meiri kannski erfiðleika með kynlífsáhuga, þetta kannski svona kúltúrelt fyrirbæri, ég veit það ekki. Og á slæðinars Wood þá sést þarna að þær hafa kannski meiri áhyggjur líkamlegu útliti, já og nei. Það hefur komið mér á óvart, allavega gegnum verkefni kynlíf og krabbamein, hvað konur eru minna uppteknar af útlitinu heldur en kannski margir halda. Þó það geti vissilega skipt máli kannski á einhverjum tímapunkti, en þá það ekki svona í lengdina sér. En kallar, ég verð nú að taka undir þetta, það mín reynsla að þeir eru svona uppteknari við að laga funksjónina, laga starfsemi kynfæranna, þú veist, ef að risi ekki í lagi þá bara vinni því, hvaða töflur eru til, hvaða tæki eru til og græjur og rétti mér þetta og ég skal bara gera þetta. Og mér finnst vera sannleikskorn í því. En burt sér frá svona klísjum, þá vildi ég samt koma þessu að. Þannig að þeirra mantra, eins og ég segi, þeir heyra þetta syngt og heilagt, að risi mögulegt óháð aldri löngun að getu. Og þetta held ég sé svona, ég vildi kalla þetta samfélagslegan áverka. Við tölum að sjúkdómar, sjúkdómsgreining og lyfjameðferð og geislar og uppskurður geti haft áhrif á kynlíf fólks, kynsvörum kalla, en ég myndi segja líka samfélagslegur áverki. Það stöðugt verið að halda að þeim þessari möntru þeir á að standa óháð hvað. Og ég hef ekki töl á fjölda ungra karlmanna sem hafa komið til mín með ristruflanir eftir að þeim hefur verið dömpað af kærustunni sinni. Þeir hafa verið sagt upp og þeir eru komin í nýtt samband og þeir eru dauðskelkaðir að standa sig ekki. Af því að ef ég ekki bara fullkomin, performera fullkomlega, þá ég hræddur að hún fari frá mér. Þannig að þeir hafa líka orðið svona rörsýni að þeir halda að það eina í sambandinu skipti að hafa stinnan lim 24 tíma á sólarhring, sem bara mikill misskilningur. Og maður reynir svona að færa í gegnum þetta með þeim og biðja það fyrir það fyrsta átt að segja því að þeir eru heilbrigðir. Að það gott samband milli tilfinninga og líkama og ef einhvern tíma hægt að tala heilbrigðis vandamál, þá það þarna. Það vandamál að þeir eru heilbrigðir. Það á að vera svona. Og það ekki eitthvað sem við skulum bara gera að sjúkdómi. Og fyrir það fyrsta þá þeim stórlétt og fara svona aðeins að kannski að horfa á þetta öðruvísi.
ég geti að segja að þetta leysist 1, 2 og 3, en þið gera það sem þið þurfa. Þá byggja þér upp traust í sambandinu, byggja þér upp svona góð samskipti viðkomandi, áður en þeir hleypa nær sér, hleypa viðkomandi nálægt sér. Þannig að þá eru þeir öruggari í að ganga lengra og opna sig í rauninni. Þetta er bara eins og bara með alla. Þannig að mantran, hún hefur verið svona samfélagslegur áverki að gera það á einhverjum róbótum og ég segi stundum við það er ekki heillandi tilhugsun hjá konu eða stúlku að elskast með róbót og þá áttaði sig alveg á því. Það er ekki hægt. Þeir eru ofurseldir þessari karlmannsímynd og ég hef rætt meira sér við eldri karlmenn sem að kæra sig ekki að taka riðslyf reglulega fyrir utan það að þeim finnst það stundum dýrt og nú vona ég að lyfjafyrirtæki komi ekki að berja á mér fyrir þetta þegar ég segi þetta. En sko þegar karlarnir koma og segja ég vil ekki taka riðslyf en mér langar samt að geta verið með henni í kynlífi. Og þeir geta það auðvitað og það sem þeir eru að biðja mig í ráðgjöfin þá stuðningu við þessa ákvörðun sína. En þeir mæta bara svo takmörkuðum skilningi annar staðar. Það þú veist, já. Einn eldri herramaður sagði til dæmis í lok viðtals að hann áttaði sig á því að viðhorf hans til þessa alls væru of stíf og það sem hann átti við að hann hafði leiðst út í það að forðast ástúðlega snertingu, faðmlega og kossa við eiginkonu sína vegna riðstruflana. Hann sagði ég vil ekki valdinu vonbrigðum, maður skilur það svo sem að þeir farið þessa leið, þá forðaðist hann allar gælur til þess að bjóða ekki vonbrigðunum heim. En með því að forðast alla snertingu, þá hafði hann líka fjarlægst henni gegn vilja sínum. Og hann vissi að hann var að valdinu sársauka líka með því. En núna þegar hann fór, hann sagði, ég er tilbúin að láta af þessari stífni, þessi huglæga risvandamáli. Og mér fannst það gaman hvernig hann orðaði þetta. Ég mátti til með að deila því með ykkur.